Já, komið þið sæl. Það eru kaldir loftmassar sem að stjórna veðurlaginu hjá okkur núna þessa dagana og ekki annað að sjá en að svo verði áfram. Kaldur loft eru meira séð frekar í framrás ef eitthvað er, en það kemur nú svona á svona mánudag, þriðjudag, þá kemur nú lað hérna upp á landinu og hún kemur nú til með að færa einhverju örlítil hlýindi til okkar en það verður ekki mikið og það verður þá bara helst hérna við suðurströndina sem heita tölurnar svona nást þá kannski upp í 3-4 gráður. En ef við lítum á yfirlitskortið þá höfum við lægð hérna fyrir sunnaland og tvær lægðamiðjur sem eru nú ekki að hreyfast mikið. Úrkomusvæði liggur hérna við suðurströndina og virðist nú ekkert ætla ná inn á land og nema kannski hérna helst á norðausturlandi á morgun, en síðan á mánudaginn þá kemur þessi næsta lægð hérna upp á landinu hjá okkur og þá fer að hvessa við suðurströndina en lægðin ætla síðan að halda áfram leið sinni austurbógin og fara til Bretlandseyja, þannig að hún ætti nú að vera alveg úr sögunni hjá okkur fyrir þetta miðvikudag. En á morgun þá gert ráð fyrir bara fínasta veðri mjög víða á landinu. Það verður hérna kannski við suðausturströndina sem verður nú svona kannski eitthvað stífur vindur og það getur líka orðið einhver snjóél, en annars ætti nú að vera þokkalega bjart á landinu og þá einkum hérna norðan til og það er nú gert ráð fyrir að hitatölurnar verði nú svona í kringum frostmarkið en aftur á móti má gera ráð fyrir næturfrosti bæði núna í nótt og síðan einnig aðra nótt. Nú síðan á mánudaginn þá fer nú þessi mikla lægð að nálgast landið, þannig að það fer þá að vaxa vindur og suðaustri hérna og nú gert ráð fyrir því að það gæti nú orðið jafnvel slegið í storm hérna allra syðst á landinu og eins gæti orðið einhver úrkomi hérna við suðausturströndina sem að gæti þá væntanlega orðið á formi slyddu. En landið norðanvert aftur á móti gert ráð fyrir að vindur verði mun hægari og mun bjartara og það gæti sést alveg eitthvað til sólar. Hérna suðvestanlands ætti nú að verða svona fremur þungbúið þó að það er nú ekki gert ráð fyrir allavega eins og að það verði nein úrkoma. Nú síðan á þriðjudeginum að þá fer lægðin sína leið hérna til Bretlandseyja og það sem gerist þá er að vindur fer að snúast til norðlægrar áttar. Það er gert ráð fyrir því að það verði einhver snjókoma hérna eða slydduél landið austanvert, en aftur á móti hérna vestan til er gert ráð fyrir að veður ætti að verða þurrt og það verður nú kannski fremur þungbúið og með þessari norðanátt er nú gert ráð fyrir að hitatölurnar fari svona eitthvað að síga aðeins niður á bóginn. En á miðvikudaginn þá fer nú þetta að snúast svona aftur við. Spár eru ekki ráð fyrir því að við förum að fá suðlægar áttir aftur, einhverja lægðir svona stefna í áttina til okkar. Það er nú ennþá talsvert mikil óvissa í þessu, þannig að en allavega getum við gert ráð fyrir því að svona vindátti fara að verða suðlægari en það má gera ráð fyrir einhverju úrkomu nokkuð víða. En við skulum aðeins líta hérna til Evrópu. Það er nú frekar leiðilegt veður hérna norðan til, rignir hérna á Bretlandseyjum og einnig í Þýskalandi og Póllandi og við sjáum hérna úrkomusvæði sem liggur alveg yfir miðhlutanum og það er ekki fyrir komið hérna niður hafinu sem að fer að létta til og hitatölur að hækka og hann gert ráð fyrir að verði léttský eða heiðskýrt á Sikiley og einnig hérna í Grikklandi og sömuleiðis verður fínasta veður í Tyrklandi. En ef við lítum aðeins yfir á Íberíuskagann, hann gert ráð fyrir því að það verði nú svona þungbúið á Norður-Spáni og Norður-Portúgal og gæti nú orðið svona einhver úrkoma, en aftur á móti er annars svona víðast fínasta veður og bara nokkuð háar hitatölur með árstíma, en í Frakklandi aftur á móti gert ráð fyrir að verði þungbúið og víða einhver rigning. Nú ef við lítum vestur að hafa þá eru nú mikið lægðasvæðir hérna yfir vatnunum miklu og það verður nú greiðandi rigning hérna í New York allavega fyrir hluta dags á morgun og síðan er lægðadrag sem að teygir sig hérna alveg niður á Mexíkóflóa, þannig að það verður svona víða úrkomusamt og sömuleiðis er nú gert ráð fyrir því að það verða skúrilegingar bæði í San Francisco og Los Angeles. En á morgun í okkur þá er nú gert ráð fyrir því að það verður nú bara svona breytileg átt og víðast fremur hæg, helst hérna við suðausturströndina sem getur nú eitthvað blásið og þar getur líka orðið einhver snjóél, en annars ætti að verða þurrt og nokkuð bjart veður á landinu. Við látum þetta duga að vera í kvöld. Verið sæl.